Nú góða og girnilega góða áleikið komið í nýjar og umhverfisvænni umbúðir. Betra fyrir umhverfið og þig. Goði. Alltaf góður. Þegar Hallgrímur Eymundsson var 2 ára greindist hann með taugahrörnunarsjúkdóminn SMA, típu 3. Í dag Hallgrímur rúmlega fertugur, hann tölvunarfræðingur hjá Reykjavíkurborg. Hefur alltaf verið lausnamiðaður? Það held ég sko. Af hverju heldur það hafi verið? Ég veit ekki, bara einhvern veginn, kannski bara í mínu eðli eitthvað. Hvernig var SMA að þvælast fyrir þér sem lítið barn? Ég held að ég hef volið tekið eftir því sem lítið barn sko. Þú veist, maður er bara eins og maður og þú veist, og einhvern veginn lærir að lifa með því sko. En þessi sjúkdómur, hvernig hann ef við förum aðeins í það, þú ert með þessa típu 3, hvað þýðir það? Þetta er svona taugahrörnunarsjúkdómur, þar sem að skilaboðin frá mænunni komast ekki til allra vöðvana og þannig að þeir taka ekki á fullum krafti, þannig að maður hefur ekki fullan kraft í vöðvunum og með tímanum að þá skemmast einhverjir staðir í mænunni þar sem að taugarnar tengjast við, þannig að það eru svona taugar sem að dettur sambandi og þá missir maður einhvern aðeins meiri kraft og þannig hann svona. Hvað gastu lengi gengið til dæmis? Já, ég gekk svona til held ég svona 12 ára aldurs. En þú þurftir á hjálpartækjum að halda snemma, var það ekki? Hvaða trillitæki fékkstu þú? Já, ég fékk rafmagnshjólastól þegar ég var eitthvað 7 ára aldur held ég. Hverju breytti hann? Það breytti náttúrulega gríðarlega miklu á hvernig ég farið út allt, þú veist, í sveitin. Ég gat að labba sko, en ég gat aldrei til dæmis hlaupið og ég átti til með að detta og ef ég datta þá gat ég ekki staðið upp aftur. Þannig að ef ég fór eitthvað út þá gat ég dottið einhvers þar og leið bara? Já, ég setið bara og dunda mér þá það sem ég satt. Já, það hefur örugglega komið einhvern tímann fyrir. Já. Hvar sveitin þín? Það Sörbær í Skagafirði, í Lýtingsstaðahreppi hinum forna. Já, eins og frægt er. Já. En þú varst mjög fljótt fær á þennan rafmagnshjólastól, var það ekki? Varst fann að spila fótbolta með honum? Já, ég náttúrulega prófaði ýmislegt sko, eins og í skólanum út í frímínútunum að þá fóru allir strákarnir í fótbolta sem náttúrulega allt og hratt fyrir mig sko, en ég var stundum að leika með reykjabolta en það náttúrulega virkaði ekkert í einhverjum alvöru fótboltaleik en þá gat ég bauðst til að vera í marki. Já, varstu góður markmaður? Sko ég keyrði bara svona þvert á milli slannar sko, en síðan fékk ég einu bylmingsskot beint í hnéð sem fannst svo einhver vont og þá bara sleppti ég því. Þetta hefur ekki verið fjölmennuskóli, var þetta ekki Steinstaðaskóli? Jú. Hvernig var að fara hann? Aðgengið, hvernig? Hann náttúrulega á 2 hæðum, þannig að ég var í tímum einhvern tímann, eða þú veist, ég var í tímum á efrihæðinni og það var bara kennarinn sem að hjálpa mér upp stígan. En annars var ég í mjög stórum árgangi og voru líka 2 árgangar saman og stærsta stofan var niðri þannig að það var heppilegast að vera þar. Hvað varstu lengi þarna? Ég kláraði 9. bekk og svo fór ég 10. bekk í Varmahlíð. Og var búið að undirbúa eitthvað komið þína í Varmahlíðaskóla? Já, það náttúrulega var fyrir séð að það þurfti að gera einhverjar breytingar þar af því að þar var farið inn í skólan á jarðhæð þar sem var ekkert nema smíðaverkstæði, það var alltaf stofur þar fyrir ofan. En það var gerð nýr inngangur á sunnanmegin og svo var lyfta
þar upp á næstu hæð fyrir ofan, þannig að ég komst allan skólann. Hvernig var skilningur svona á þínum málum í Skagafirði þessum tíma, fannst þér? Þurftu foreldræðinir að berjast mikið? Já, þetta var alltaf barátta, þú veist. Já, var það. Meira þess að bara þegar ég fékk stólinn að þá var, þú veist, vesen, þú veist, að fara með hann í skólan til dæmis. Hvað var nú vesen við það? Ég náttúrulega út í sveit og ekki fer ég á stólnum í skólan og skólabíllinn, hann var ekki aðgengilegur til að taka mig sko í stólnum en það var smiður kerra, þú veist, og svona stór lokukerra þar sem að hurðin var opnuð og var þá rampur þar sem að verða að keyra stólinn inn öðrum megin og út hinum megin. Svo var bara haldið á mér í bílinn og ég var inn í bílnum. Var það þá bara skólabílstjórinn sem að gerði þetta upp á sitt einsdæmi heldur eða hvað? Ég þekki það ekki sko, en hann var náttúrulega mjög lausnamiðaður maður og alveg frábær einstaklingur sko sem að... Já, hefurðu verið heppinn með fólki í kringu þig? Já, alveg sérlega sko. Já, hvernig laðast það að þér? Kemur það bara til þín? Já, það er bara svo mikið það góðu fólki og þú veist og það, þú veist, hjálpar mann að komast í gegnum þau vandamál sem að koma upp og já. Hvernig var til dæmis vinátta og svona, hvernig fannst eitthvað fyrir því að þú ættir erfiðara með að eignast vini heldur en aðrir? Já, þú veist, ég gat náttúrulega ekki tekið þátt eins og í barnaskólanum eins. Nei. Og ég var oft til dæmis bara inni af því að það var erfitt fyrir mig kannski að vera úti og mér var kalt og náttúrulega kannski snjór og ég komst ekkert út allt. Hvað gerðurðu þá? Ég fór oft í mötuneytið og talaði við konurnar þar sem voru að elda. Já. Og það voru jarðhæðinni sko. Kennarastofan var á efri hæðinni. Hvernig fannstu helst fyrir þinni fötlun sem krakki? Já, ég gat náttúrulega ekki kannski verið með í öllu sem ég hefði mögulega, þú veist, ímyndað mér að geta verið með í. Manstu eftir einhverju svona atviki eða eitthvað sem að fékk þig svolítið niður á jörðina með þetta? Já, það var svona bara eitt og annað. Ég man til dæmis eftir því einhvern tímann, það voru oft krakkar heima í sveitinni og ég held að mamma hefði farið einu sinni með það í göngutúr á fossinum og ég komst ekkert með það því að það var ekki aðgengilegt að fara þar á stólunum sko. Ég man þá ímyndaði ég mér sko að það væri gaman að vera með þyrlu sem ég geti bara flogið í og fyllt þeim sko. Sem væri kannski dróni í dag? Já, í rauninni. Já. Hvað vakti svo áhuga þinn á tækni? Sko, það var kona sem ég kynntist, Snæfríður Egilsson, sem var rosalega öflug í því að koma mér inn í það. Snæfríður er iðjuþjálfi? Já. Ég kynntist henni á greiningarstöðinni, held ég örugglega. Og hún kom því gegn að ég fengi til dæmis rafmagnsritvél. Já, sem er auðveldar að slá á. Já. Og ég fór úr tímum í barnaskóla til að læra fingrasetningu. Hver kenndi þér hana? Það var hreppstjórinn sem kunni fingrasetningu og var fenginn til að kenna mér hana. Já, þetta eru lausnir. Já, svo hljóta nú tölvurnar að hafa komið fljótlega, eða hvað? Jó, svo fikk ég tölvu ári síðar, þegar ég var 9 ára. Já, hverju breytti hún? Það var náttúrulega bara, þú veist, bara heill heimur af alls konar tækifærum og bara alls konar afþreyingu og leikjum og ég átti frendar sem var nokkrum árum eldri og átti tölvu af sömu tegund og hann útvegaði mér fullt af forritum og leikjum og var svona mín fyrirmynd í
í tölvunum. Ég þekkti engan annar sem mátti eitthvað tölvu, sko. Nei. Og þetta kannski kveikir áhugaðan, þú ert nú kannski þá fyrir ekki algjöru tilviljun tölvunafræðingur í dag, eða hvað? Já, akkurat. Síðan ferðu Varmahlíðaskóla og ferð á Krókinn, eða eins og við segjum út á Krók í Fjölbraut. Hvernig var það? Það ekki stórt skref? Jú, það náttúrulega flutti ég heiman og fór að búa á heimavistinni þar. Og þar fékk ég aðstoð frá nemendum sem voru bara þar á heimavistinni. Og það voru fundnir 3 góðir kandidatar sem aðstoðu mig þar og það var í rauninni svona svolítið grunnur að þessu fyrirkomulegi í dag þar sem maður svona með sitt eigið aðstofafólk. Já. Þeir voru kannski jafnvel að moka rampinn fyrir saman skólan og hvaðina á þeim tíma? Já, ég var svo heppinn þegar ég byrjaði í Fjölbraut og þá var bóknámshúsið tekið í notkun. En ég man eins og til dæmis allavega fyrstu önnina að þá var ekki ferðaþjónusta til þannig að ég fór alltaf á stólnum frá heimavistinni og í skólan og það var svolítið erfitt oft í snjónum, sko, og alls konar veðrum. Já. Og ég held að það komi fyrir allavega örfá skipti að þeir treystu sér ekki til að moka, þú veist, þeir vaknuðu oft klukkutíma undan mér áður en settu mig á fætur, sko, og mokuðu að svona stift renna að heimavistinni sem var rampur og hún fylltist af snjó og þess að moka hana svo ég kæmist niður og svo reddaði ég mér nú yfirleitt leiðina, kannski fékk ég eitthvað til að íta eða eitthvað ef þess þurfti. Ef þú ert að tala þessa persónulegu þjónustu, þetta náttúrulega algjör bylting svo þegar að það kemst á. En við ætlum að taka okkur smá hlé núna og fara einmitt betur yfir þau mál hér eftir hlé. Nú góða og girnilega góða áleikið komið í nýjar og umhverfisvænni umbúðir. Betra fyrir umhverfið og þig. Goði, alltaf góður. Þegar Hallgrímur var tæplega 30 þá kynntist hann NPA hugmyndafræðinni, notendastýrðri persónulegri aðstoð sem breytti líf hans. Hægt að tala lífið fyrir og eftir NPA? Algjörlega, sko. Segðu mér. Það bara nýtt líf, sko. Hvernig varstu áskynja þessa hugmyndafræði? Hvar sástu þetta? Sko, vinur minn, Teddy, hann var náttúrulega þroskaþjálfi og Teddy einn af þeim fyrirgjöf sem var að hjálpa þér í Fjölbrautaskólanum. Já. Og meira en það, sko, hann hjálpaði mér líka þegar ég var yngri en það og í sumarbúðum fyrir norðan. Já. Og svo flutti hann með mér, þegar ég flutti suður, þá var hann aðstoðarmaður minn þar líka, sko. Já. Og hann var að læra þroskaþjálfun og ég man ekki hvort ég kynntist þessu eitthvað beint í gegnum hann, en ég man allavega eftir því að ég sá viðtal í Dagsljósi eða Kastljósi, ég man ekki hvort það hét þá, við danskan mann sem kom til landsins og var í rafmagnshjólastól og tengdur öndunarvél og með svipaðan sjúkdóm, eða sama sjúkdóm og ég, bara aðra típu held ég. Og hann var svona að segja frá hvernig hann lifði lífinu með bara aðstofafólki og gæti gert hvað sem var og ferðast þarna til Íslands og flutti erindi og kom í þetta viðtal og svona, og þá sá ég bara, þetta var svona á þetta að vera, sko, og enda líka hafði ég þetta til dæmis þegar ég var á heimavistinni og þegar ég kom suður þá var ég með mitt aðstofafólk en svo lenti ég í því að þegar ég var búinn með háskólanámið
og þá var sagt við mig að ég þyrfti að flytja lögheimili mitt suður og annars fengi ég ekki hennar þjónustu. Því að í rauninni á meðan ég var í skóla þá var sko mitt sveitafélag sem fyrir norðan en þá með aðstofan í rauninni á móti svæðisskrifstofunni. En svo að ég var ekki í skóla og bjó ennþá í Reykjavík og var með lögheimili þar í rauninni að þá gilti sá samningur ekki og ég þurfti að fá þjónustuna frá Reykjavíkurborg og þá fór allt niður á við sko. Nú. Já. Og hvað gera menn þá? Ég reyndi að berjast, þú veist, í þessu að fá allt betri aðstoð en þú veist, það var rosalega erfitt sko og tók mikið á mig sko að finna fyrir hvernig þjónustan alltaf versnaði sko. Þetta skerti bara lífsgæði þín mjög mikið. Algjörlega sko. Hluti sem þú gerðir áður gast ekki lengur gert? Já, og ég var svolítið bara fastur heima hjá mér sko, þú veist, og svona upp á í rauninni bara svona vini komin sko. Ég reyndi að leigja út herbergi sem ég hafði í íbúðinni fyrir fólk sem var tilbúið að búa þar og aðstofa mig sko. Já, gekk það? Já, ég fékk fullt af þú veist, það var alltaf einhverjir félagar og kunningjar svona. En það ekkert svona fast í hendi? Nei. En hvenær gerist það svo að NPA verður að veruleika fyrir þig? Sko, þetta á nú sér langan aðdraganda sko. Ég man að ég fór í hóp með öflugu fólki 2008 og í lok árs 2008, við byrjuðum 2009 að svona vinna að stofnun einhvers svona samvinnufélags fatlaðs fólks fyrir þessa hugmyndafræði sjálfstætt líf og fyrir og kannski meira fyrir þú veist eins og eitthvað fyrirtæki til að aðstoða fólk við að reka eða þú veist að vera með notastýrða persónulega aðstoð og það var árið síðan 2010 sem við stofnuðum NPA-miðstöðina. Það stór áfangi. Já. Hvað voru þið mörg? Sko, stofnfundurinn var mjög fjölmennur og allir urðu stofnfélagar en það var enginn með persónulega aðstoð eða notastýrða persónulega aðstoð. Nei. Ekki á þeim tíma því það var ekkert komið. Nei. En svo leið tíminn og þetta innleiðingarverkefni eins og við köllum það fór í gang þar sem að sveitarfélögum var gefinn kostur á því að prófa sig áfram með þetta og þá fór fólk að fá samninga og þá fórum við að reka miðstöðina á þann hátt að hún var umsýsluaðili þeirra samninga og ég byrjaði með minn samning 2013 þegar það hófst hjá Reykjavíkurborg þetta tilraunaverkefni eins og þau kölluðu það. Já, en þið kölluðu það aðlögunarverkefni? Já, við kölluðum þetta aðlögunarverkefni, það var hvergi talað í lögunum að þetta væri tilraunaverkefni, þetta voru ansi margar tilraunir búnar sko, þú veist. Þá búið með kvótan í tilraunum? Já, þú veist, í rauninni var þetta tilraun sem ég var með, annað fyrir norðan á heimaðistinni, þú veist, það var NPA í rauninni sko. Já. Og fleiri höfðu verið í svona tilraunum sko. En fannstu að þetta gaf bæði þér og öðrum von sjálfstætt líf? Já, þú veist, þetta bara svo miklu eðlilegra að ráða sér sjálfur, þú veist, ráða sér eigið aðstofafólk. Já. Ráða fólk, þú veist, gera auglýsingu, fá fólk í viðtal sem vill koma að vinna hjá þér. Þú útskýrir fyrir því hvernig starfið og Greiðir þú þá launin eða hvernig svona fyrirkomulagið? Já, NPA-miðstöðin sér að greiða launin en ég verkstjórnandi og þú veist yfirmaður aðstofafólksins míns.
Já, hvað ert þú til dæmis í dag þessum árum seinna með marga í vinnu í kringum þig? Ég með 4 aðstoðamenn. Já. Ég hef yfirleitt verið með 4 til 5. Já. Hvernig eru vaktir? Ef við förum svona í praktísku máli? Já, það er rosalega einstaklingsbundið, sko, hvernig þær eru, sko. Já, það fer bara eftir þörfum hvers og eins. Já, ég þarf aðstoð allan sólarhringinn. Já. Og yfir nóttina líka, en samt ég með svona, eins og heitir í kjarasamningum, það heitir hvíldarvakt, að þá getur aðstofafólki sofið. Já. Og svo þarf bara að vakna og fær þá greitt að lágmarki klukkutíma fyrir álagið við að vakna. Já. En þessum þá kaupi yfir nóttina. Myndast ekki, þarf ekki að ríkja mjög mikið traust á milli ykkar? Jú, algjörlega, sko. Hvernig er að þjálfa það upp? Er það ekkert flókið? Sko, maður reynir náttúrulega bara að velja rétta fólkið. Já. Eru margir sem sækja um? Já. Það er misjafnt náttúrulega. Já, en svona eins og í þínu tilfelli? Já, ég hef alltaf verið heppinn. Oft fengi líka bara, þú veist, fólk sem hefur sótt sem hefur bara heyrt starfið. Já. Og bara, já. Vilja koma og ég geti rauninni þurft að auglýsa þannig séð, sko. Nei. Þú ert náttúrulega að vinna sem tölvunarfræðingur hjá Reykjavíkurborg. Hvað ertu, frá 1 til 5 á daginn eða eitthvað slíkt eða? Eða hvað vinnur þú? Ég vinn allan daginn, ég er 100% starfi. Nú, ekki að spyrja að þér. Já, þannig, hvernig til dæmis að komast þangað í vinnu? Þú ert á bíl. Já. Segðu mér aðeins þegar þú tókst bílprófið. Áttirðu þér draum að taka bílpróf? Já, ég kynntist því að það væri til bílar sem væri hægt að aka með stýrispenna. Og ég aflaði mér upplýsingar það og fór í svona roadtrip ferð með 3 vinum mínum. Hver? Fórum til Bandaríkjanna. Já. Og gerðum þetta svona roadtrip ferð. Við flugum til Orlando, Florida og keyrðum upp þaðan til New York og þar ofarlega í New York fylki var verkstæði sem var að breyta svona bílum og markmiðið var að fara þangað og skoða hvað þar var í gangi og ég fékk að skoða þar bíl, tók allt upp á vídeo, alla ferðina og sérstaklega þannig ég heimsótti þetta fyrirtæki og fór inn í bílinn og sýndi hvernig allir búnaðurinn virkaði. Tók það upp á vídeo og síðan þegar ég kom heim klippti það saman og sendi þeim á hjálptækjamiðstöðinni eða greiningarstöðinni, ég man ekki og þá fór, þú veist, þau höfðu líka eitthvað farið að velta þessu fyrir sig, það hafði aldrei verið gert hér á landi. En á Norðurlöndunum voru svona bílar og fyrirtæki í Noregi sem var búin að þróa svona útbúnað í fjöldamörg ár og það var að því að ég fór til Noregs með þeim og pröfukerði bíl þar úti sem var síðan að því að leiddi að því að ég keypti bíl sem var sendur þar út og honum var breytt úti. Hvað varstu gamall þegar þetta var? Þetta var alltaf ábúrslega langt ferli, allt saman, sko. Allt tekur tíma? Já, ég fór í þessa ferð árið 2000. Já. Og ég tók bílprófið held ég 25 ára. 2003. Opnast ekki alveg nýr heimur fyrir þig í frelsi? Jú, algjörlega, sko. Já. Sérstaklega þarna, þú veist, að ég hafði enga aðstoð og var byrjaður í vinnu og erfitt að vera í vinnu og gera ýmislegt og nota ferðaþjónustu, sko. Já. Þannig að... Þetta hefur glatt þig? Já.
En þarftu ekki að vera með ofboðslega mikla þolinmæði? Bara allt tekur svo langan tíma. Jú. Ertu með nóg af því? Ég er eðlislega þolinmæður held ég, sko. Hvað er það? Svona yfirleitt, sko. Já, og lausnamiðaður. Já. En hvernig sérðu framtíðina? Hvernig er hún? Nú stendurðu á fertugu og hvernig er framtíðin þín, finnst þér? Komin með NPA-þjónustuna? Það er bara að nýta þetta frelsi sem að NPA gefur manni, sko. Já. Þegar maður er búinn að vera fastur í kerfinu fyrir NPA, sko. Og síðan þegar maður fær þessa mikilvægur stjórn, sko. Sjálfstætt líf snýst aðalega frelsi og stjórn. Já. Að hafa frelsi og stjórn á eigin lífi. Já. Og ef þú ert ekki með það, þá ertu bara á stofnun, sama hvar þú ert, sko. Þóttu sért bara í sjálfstæðri búsetu eins og ég var, sko. En að hafa stjórn yfir eigin lífi og frelsi og geta í rauninni svona þróa sjálfan sig, að þú veist, bara þroska sig eins og þroska sig og já, bara gert það sem hann dettur í hug. Það er ofboðslega mikilvægt fyrir allt fólk og sérstaklega falla fólk. Ég meina, þú veist, fólk á erfitt kannski að ímynda sér svona hvað það hefur þegar það, þú veist, hefur einhverjar skerðingar. Þú veist, þá kannski er það erfitt að setja sig í þessi spor. Og þá virkar maður líka vanþakklátur oft. Já, en kannski bara, þú veist, veit ekki betur. Það er kannski meira þannig. Gott að heyra söguna þína og bjarta tíma framundan. Takk innlega fyrir að koma og deila þessari sögu með okkur. Gangi vel í lífinu áfram. Takk þér.